Sorpbrennslan Funi við Skutulsfjörð í Ísafjarðarbæ hefur verið uppspretta deilna allt frá stofnun og þar hefur mælst mikil díoxínmengun í útblæstri. Forstjóri Umhverfisstofnunar og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar ræða þetta mál hér í þættinum á eftir. Sorpbrennslan Funi við Skutulsfjörð í Ísafjarðarbæ hefur verið uppspretta mikillar umræðu og deilna allt frá stofnun. Fréttablaðið hefur greint frá því að árið 2007 hafi eiturefni díoxín mælst 20-falt yfir viðmiðunarmörkum í útblæstri frá Funa. En hvað þýðir þetta? Hversu alvarlegt er þetta fyrir íbúan í grenndinni og hvernig verður vandinn leystur? Katrín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar og Daniel Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, eru sest hjá Þóru. Já, Kristín Linda Árnadóttir og Daniel Jakobsson, velkomin. Kristín, getur þú byrjað á að útskýra í samhengi hvað þýðir 20-föld díoxínmengun með þessi viðmiðunarmörk? Hvað er þetta mikið í samhengi? Já, það er kannski líka mjög gott að sjá þetta í samhengi við aðra hluti og það má til dæmis segja það að árinu 2008 að þá var losun frá áramótabrennum það bil 1,8 grönn að svona díoxín ígildum, við getum notað ígildi hér, en það var 0,6 grönn frá díoxín frá sorpbrennslum. Öllum sorpbrennslum á landinu? Öllum sorpbrennslum á landinu. 0,6 versus 1,8. Og þaraf er það bil 0,02 sem kemur frá brennslunni á Ísafirði. En af hverju var ekki upplýst sérstaklega, þú veist að segja að ástæðan fyrir því að það var ekki upplýst sérstaklega þetta, að þetta þóttir hreinlega ekki það merkilegt? Ég vil kannski ekki orða það þannig. Þegar að þetta kemur upp á sínum tíma þá förum við þetta strax að skoða þetta. En við stóðum fram fyrir því að það var sótt ákveðna undanþágu á árinu 2003 fyrir þessar svokallar eldri sorpbrennslur. Og þessi undanþága, án þess að ég vilji kannski fara sérstaklega réttlæta það, hún byggði þetta út frá því að við erum mjög dreifð byggð og þetta lá alltaf fyrir að það yrði mjög lítið magn sem færi þarna út, vegna þess að það er svo lítið magn sem fer í brennsluna. Auðvitað er það fyrst og fremst starf Umhverfisstofnunar að draga úr mengun í umhverfi Íslands. Og þess vegna höfum við líka í dag lagt fram tillögu til umhverfisráðherra að þessum starfandi sorpbrennslum í dag þeim verði gefið núna 2 ár. Þar sem eldri brennslur verði gefið 2 ár til þess að laga sína tækni og ná að uppfylla þær kröfur sem eru gerðar fyrir nýjar brennslur og þannig ná sömu kröfum og er annars staðar í Evrópusambandinu. Það fáið 2 ár til þess. Daniel, þetta er svo sem ekki eina vandamáli sem hefur komið upp með Funa. Það er búið að ræða og kvarta yfir ýmsu í gegnum tíðina. Þú settist í bæjarstjórastólinn bara núna í haust, en ég gerir ráð fyrir að þú hafir aflað upplýsinga þegar þetta mál kom upp. Bæjaryfirvöld fengu alla niðurstöður mælinga. Þótti þetta ekki áhyggjuefni þá? Er það niðurstaðan? Nei, það er ekki niðurstaðan. Málið hefur hins vegar held ég verið þannig að það hefur alltaf verið rætt í stærra samhengi. Það er búið að vera mikil umræða í samfélaginu og Ísafirði í það minnsta síðastliðin 5 ár það að ástandið á okkar sorpmálum hefur ekki verið viðunandi. Það hefur legið fyrir allan tíman að mengunin sé bæði sjónmengun og útblástur, að hann sé meiri heldur en að við teljum æskilegt og að við þetta verði ekki unnið til frambúðar. Hins vegar hefur við þá staðið frammi fyrir því vandamáli að taka ákvörðun það hvort að við ætlum að endurbyggja Funa og þar hafa kostnaðaráætlanir verið allt frá 30 milljónum upp í 500 milljónir. Svolítið munur þar á. Já, og eftir hvað við ætlum að fara í dýranmengunarbúnað og öflugastöð. Og svo aftur á móti að fara í þá lausn sem við erum búin að ákveða að fara í og vorum búin að ákveða að fara í að urða sorp og keyra því út af svæðinu. Og þarna hafa menn verið að vega hagsmuni annars vegar og ég held að við mína skoðun á málinu þá hafi á engum tímapunkti mönnum dottið það til hugar að þeir væru að fórna einhverjum eða ná í einhverja krónur á kostnað heilsu íbúanna. Það held ég að sé fjarri lagi. En er það ekki afturför að fara að urða meira og brenna minna? Það var nú talað það í fréttunum bara hérna á þetta. Nú er ég ekki sérfræðingur því en ég reyndar lá yfir þessu nokkuð stíft hérna í einhverja daga. Öllu heldur eiginlega frá því ég byrjaði í 6-7 vikur að ég held að ég í það minnsta las greina sem að sýndu fram á bæði að urðun gæti verið betri og brennsla gæti verið betri en hitt er svo aftur annað mál að það er alveg ljóst í mínum huga allavega að við hefum þurft að fara í mjög dýra fjárfestingu og okkar svæði er ekki nægilega stórt til þess að standa undir kostnaði við
sorpbrennslu og ég bendi til dæmis á það að það verð sem við erum að borga fyrir urðun að sorpbrennslan út í Kalka út á Reykjanesi tekur ekki sorpinn og því verði sko. Þannig að með það magn sem við erum að keyra út á svæðinu sem þrátt fyrir allt ekki nema 1 flutningabíll á viku, þannig ekki einu sinni því. Allt sorp frá Ísafjarðarbæ? Allt sorp til urðunar, því að flokka sorpið þurfum við hvort að flytja út á svæðinu. Að mín niðurstaða var allan svo að ég var ekki tilbúin til þess að fara í svona mikla fjárfestingu sem að á það nú oft líka með sér að hún getur orðið dýrari heldur en að það að fara upp lagt. Mín niðurstaða var allan svo að það væri mun minni áhætta fyrir okkur að gera þetta með þessu móti sem þá með sama móti og flest önnur sveitarfélög á Íslandi hafa valið að gera. Að þú talar áhættu, að þá hefur náttúrulega gripið sem töluverður ótti og þegar bændur þurfa að fara að hella niður mjólk vegna þess að þar greinast eiturefni yfir mörkum, að þá hlýtur náttúrulega einhver skaði að vera skýður. Geta íbúar treyst því að þeirra heilsa hafi ekki beðið skaða af? Já, við áttum mjög góðan fund í morgun meðal annars við sóttvarnalækni og matvælastofnun og það alveg mat sóttvarnalæknis og matvælalækna sem á staðinum að það engin merki þess að heilsu fólks hafi boðið skaða af. Og ég vil líka benda það að 90-95% af díoxíni sem finnst í mannslíkamanum, hann kemur í gegnum meltingaveginn. Þannig að þú ert í raun og veru ekki að anda díoxíni að því, þú ert að borða það. Og þar og fyrst og fremst finnur díoxín í meðal annars feitum fisk. En það samt sem áður alls ekki þannig að við viljum segja við fólk hætti að borða feitan fisk vegna þess að feitur fiskur auðvitað mjög hollur fyrir þau líka. En okkur ber að tryggja það að þau matvæli sem á borðum hér á Íslandi að þeir séu með viðmiðunargildi undir mörkum og ég vil bara taka það fram að í nýlegri norrænni rannsókn það kemur í ljós að íslensk matvæli með mjög lágt innihald díoxín. En díoxín auðvitað alls staðar í okkur umhverfi, það bæði náttúrulegt og síðan hefur maðurinn verið að búa það til með meðal annars brennslum í gegnum tíðina verið að auka magn díoxíns í umhverfinu. Og það náttúrulega það sem að verið að ná tökum á þessari samsöfnun í umhverfinu í heild sinni til þess að, og bara nefna það að frá árinu 1990 til ársins 2008 þá höfum við dregið úr losun díoxín út í andrúmsloftið 66%. Þar á meðal 82% í sorpbrennslunni. Já, ef við tölum þennan blett, vegna þess að þar hefur fólk áhyggjur. Einmitt þegar þarf að fara að hella niður mjólk, að þá hljóti eitthvað að vera búið. Og maður þannig svo sem ekki að horfa á margar heimildarmyndir til þess að vera fljótur til þess að álíta það að mengun sé töluð niður, að menn vilji ekki ræða þegar ríkir hagsmunir í húfi, kannski mikið fé. Liggur alltaf á borðinu í þessu, konur hafa áhyggjur af því að bara gefa brjóst. Þetta ekki, þú getur svo fullvissa fólk að það þurfi ekki að hafa áhyggjur af því. Já, ég vil fullvissa fólk það sem býr á þessum stöðum að hafa ekki áhyggjur. Við erum að skoða þetta mál núna, Matvælastofnun að taka frekari próf. Þetta einungis ein mæliniðurstöð sem við höfum náð. En við viljum auðvitað skoða þetta mál mun betur, en við viljum líka bíða eftir því hvað kemur út úr þeim skoðunum. Og síðan munum við vinna þetta mál áfram bæði með landlækni og Matvælastofnun. En ég hvet konu til þess og barnshafandi með barn á brjóstinu, ekki breyta ykkar mynstri, neita heilsusamlegs mataræðis og svo framvegis. Og það algjörlega ljóst að móðurmjólkin það besta sem barnið fær, ekki satt. Daniel, þú segir að þið séu líklega búin að finna þessu lausn núna. Funa var lokað í desember. Það til frambúðar? Já, honum var lokað í desember, reyndar aðeins fyrr heldur við hefðum áætlað. Við lokum leið og þessa niðurstöðu birtu, eða svo til við kláruðum það sem var í gryfjunni. En við buðum út sorp 20. og 5. september og opnum tilboð 3. nóvember og gengum til samninga við lagsbjóðandi og það fyrirtæki sem ætlar að flokka sorp og keyra til urðunar. Og í það minnsta fyrstum sinn þá munum við keyra sorpunu hingað suður á bóginn og Sorpa ætlar aðstoða okkur við það í það minnsta að koma því fyrir sem að nú þegar hefur safnast upp. En sú ákvörðun lá fyrir áður en þetta díoxínmál kom upp að við ætluðum að loka, við reyndar ætluðum að loka svona kannski 3. vikuna í janúar. Og það þurfa allir að fara að flokka? Já, allir að flokka og ég meina okkar metnaður stendur til þess að gera þetta bara eins vel og hægt og ég held að það hafi aldrei
vafst fyrir fólki, eins og það vafðist það fyrir fólki hvort að við ætlum að brenna eða urða. En hvað með þá sem að hafa áhyggjur af því að hafa verið þarna í nágrenninu árum saman, kannski heilu dagana, sólarhringur saman, meira og minna og ég meina bara fjárhagslegt tjón til dæmis bónda sem að hefur áhyggjur af því að þetta hefur farið í jarðveg að þetta geti haft áhrif á hans búskap. Hvað gerir þið í svona málefni þeirra íbúa sem hafa hreinlega áhyggjur af því hvaða afleiðingar þetta geti hafa haft? Ég vil í raun og veru taka undir orð hennar hérna áðan að við náttúrulega þurfum að bíða og sjá. Það er ekki nóg að taka eina mælingu, það er verið að taka nýjar mælingar. Við erum búin, í það minnsta búin að loka Funa, þannig að ef hann er mengunarvaldurinn þá er hann ekki að búa til frekari mengun og í framhaldinu munu Ísafjarðarbær sjálfsögðu axla sína ábyrgð í því sem að honum snýr og við hefur ákaflega gott samstarf við Umhverfisstofnun í þessu máli en mér finnst máli horfa þannig við mér að við erum ennþá að reyna að ná utan það hvað það er sem gerðist þarna og hvernig vandamálið er og það bara mun taka tíma en í það minnsta er ekki verið að brenna sorp í Funa lengur, þannig að það er ekki verið að búa til mengun þar. Hvenær kemur það í ljós? Já, það tekur vist dálítinn tíma að koma þessum prófum út og allt upp í 1 mánuð vist að fá niðurstöðu prófanna. Þetta eru mjög dýrar og flóknar mælingar á þessum díoxínum og fá rannsóknarstofur sem gerir þetta. Og þannig að þetta er svona alveg mánuður í það en það liggur fyrir að við munum funda á morgun Umhverfisstofnun með öðrum sorpbrennslum sem eru ennþá í gangi. Þetta eru 3 sorpbrennslur á landinu til þess að fara yfir næstu skref og jafnframt fara yfir okkar tillögur til umhverfisráðherra hertar reglur varðandi díoxín. Já, maður getur ímyndað sér að íbúar í kringum þá aðrar sorpbrennslustöðvar svona hafi hugsað sem gang og þessar fréttir. Já, en við hvetjum fólk til þess að fara líka inn á heimasíðu okkur, umhverfisstofnun.is og lesa nýjustu, eins og við höfum sett þetta fram og áhrif díoxíns og hvernig það fer inn í mannslíkamann og við viljum náttúrulega bara leggja áherslu á ábyrga umræðu þetta málefni og ég vil náttúrulega fyrst og fremst hvetja til þess að við endurvinnum og endurnýtum og brennum minna og urðum enn minna. Og það er náttúrulega það sem skiptir máli til framtíðar, að við séum bara hreinlega að brenna minna og urða minna. Þetta er allt hráefni, það er ekkit, rusl er ekki úrgangur nema óendurnýttur sé. Kærar þakkir fyrir komuna, Daniel og Kristín Linda. Takk fyrir.